það application architecture. Það sem mér langar að gera núna svona, þetta eiginlega svona svipað og þegar við byrjum, þegar við erum að tala arkitekturinn í upphafi, nema að það sem ég að vona núna að gera bara ráð fyrir því að núna sé svona miklu meiri þekking komin hjá ykkur og þið átti ykkur á þegar ég að segja tala þessi hugtök, þá ætti þið að við erum bara að fara í gegnum þetta allt saman. En þannig að þetta svona yfirsýnin og það sem ég að velta fyrir mér með þessu hvaða valkostir höfum við, vegna þess að þegar við setjumst niður og erum bara að fara að vinna, búa til hugbúnaðarkerfi sem á að vera 10-20 ár í notkun og á að vera tiltölulega stórt og þjónusta mjög marga, þá þurfum við að setja niður nokkrar ákvarðanir. Við þurfum að ákveða hvað við ætlum að gera og þá spurningi hvaða ákvarðanir eru þetta, af hverju tökum við þær og hvaða afleiðingar hefur það ef við tökum þessar ákvarðanir. Við sitjum nefnilega uppi með sumar ákvarðanir nokkuð lengi. Ef við veljum Microsoft SQL server, þá erum við ekkert að skipta yfir í Oracle bara svona ganni af því að það hentar. Það svolítið mikið verk. Og svo líka ef við ákveðum að nota einhvern ákveðin framework, Play eða Spring eða eitthvað, þá ekkert auðvelt að henda þessu út. Þannig að við þurfum svona að taka þessar stóru ákvarðanir sem við lifum svolítið með. En þess vegna er svo mikilvægt að finna skil og það svolítið líkilvægt að finna skil í kerfinu. Databasein hér og bara búið til línu á milli, allur database kóðin þannig. Þannig að ég ætla að tala eins svona considerations eða layering, það heitir nú considerations og séðan bara fara í gegnum þessar valkosti og svo tek ég aðeins það nú ekki þessi rest, þetta eitthvað gammalt þarna. En aðeins að tala play, það þessi dæmatíminn, þessi form sem ég áhendi ykkur, aðeins að útskýra þau. Þannig að byrjum að skoða aðeins architecture considerations. Svona einfaldasta til að gera að kannski henda þessu upp svona. Við erum með presentation layer sem þá einhverjir fyrir user interface, það einhverjir klientar þarna og við svona stóra myndinu svo að búta þetta niður í þessa 3 concerns og við tölum alltaf concerns. Við erum með klientinn, það tvennt sem að klientinn gerir, það að taka við inputi og byrta eitthvað og sína responsiveness og svona. Hann gerir alltaf tvennt og klientarnir, ég ætla að tala aðeins klientarnir í dag, það eru margslungnir og miklu flóknari heldur í gamla daga. Síðan kemur dóminið og dóminið svolítið vandamál vegna þess að það eins og það gerir ekki neitt og fyrir svona request response applikasjónir sem eru eins og til dæmis þessi vefkerfi, þá dóminið svolítið svona bara taka við inputi og relayja því yfir í databasein, taka database outputið og relayja því aftur upp á client-layerinn. Þá kemur mitt ráð, þetta hljómar eins og óþarfi, get ekki bara látið client fara beint í datasourceinn. Mitt ráð það að hafa dómin þó að sé bara svona. Þá ertu með allavega hana eitt layer of indirection og það ekki svo mikið, það ekki rosalega mikið overhead. Því að ef einhvern tímann kemur einhver þörf á einhverjum útreikningum sem við sjáum ekki í dag, þá vistu hvað á að setja. Þeir fara hérna í dóminið. Og þess vegna, manni finnst þetta oft vera svona lítilfjörlegt lag, gera ekki neitt, en það tilgangur með því. Síðan data sourceinn og það náttúrulega við þekkjum alveg hvað það er bara einhver þarna allur aðgangurinn í gagnagrunnin. Og ástæðan fyrir því að við erum að hugsa þetta svo að það separation of concern. Þegar ég að búa til viðmót, þá ég að hugsa allt aðra hluti heldur en þegar ég að gera database. Og hugtökin ætti að vera öðruvísi. Hugtökin sem ég nota í client-layerinn ætti að vera öðruvísi heldur en ég geti verið með sign-up í viðmótinu, en síðan geti ég verið með add customer eða add user í databasenum. Það allt annað concern. Þannig að þetta svo þegar við skoðum hvert lag fyrir sig, þá spurningin hvernig setja ég þetta upp, á ég að vera með rich client eða á ég að vera með native og við líka geta breytt contentinu. Þetta eitt risastór spurning. Ég með frontenda og sem svo að contentið, þetta rosalega praktískt vandamál. Contentið breytist alveg svakalega mikið. Hvað ger ég? Þá þarf ég að hugsa eitthvað, ég þarf bara að vera með content management kerfi. Því að ekki fyrir að forrita alla þessar hluti. Þannig að við þurfum að hugsa þetta, á þetta að vera mjög interaktíft eða þarf þetta að vera líflegt eða á þetta bara að vera svona boring upptalning á einhverjum gögnum. Þannig að hver markhópurinn, það skiptir alveg óbúslega miklu máli. En við höfum nú talað þetta eitthvað sem við séð áður
við þurfum að skilgreina semst í user interface-inu, þá þurfum við að átta okkur á þess, við erum að búa til presentation logic, það er að segja að það er fullt af logic, en þá þurfum við líka að hugsa merkingu hlutana. Og ég talaði til dæmis, tók dæmið hana, við ætlum að highlighta, við erum með vörulista og vörur sem eru top 5 væri merktar einhvern veginn, þá væri merkingin svo í því að þessi vara er eitthvað spes. Og þá getur dómeinið verið að reikna þetta út og sagt þessi er með búlflagg, þannig að user interface veit hvenær hann á að birta það sem er sérstakt. Þannig að þetta er allt pælingar sem við getum farið í gegnum þegar við erum að búa til þetta. Og eitt sem að ég hef alltaf haft svona sem leiðarljós í þessu er að vera ekki að hafa ómikla áhyggjur af þessu, þó svo að þú ert með einhverja lógík, hvort sem hún fer inn í presentation layerinn eða inn í dómeinið, eins og til dæmis hlutir eins og að raða lista, þetta er eitthvað issue sem að menn ætti ekki eða mörgum fundum í að gera, þetta er svo lítil fjölögt. En það er eitt með user interfaces, það er sá hluti sem er alltaf breytanlegastur, þetta er alltaf það sem er að breytast mest, það sem sést. Og þá þurfum við svolítið að hanna þetta þannig að það sé hægt að breyta auðveldlega. Og þá eru kannski svona 2 strategíur, annars vegar bara búa til kerfi sem er mjög breytanlegt, content management kerfi eða eitthvað svoleiðis, mjög breytanlegt, eða bara hardcode allt draslið eins hratt og hægt er, þannig að við hendum því bara að það kemur eitthvað nýtt. Til dæmis eins og ég talaði Flash-leikina, bara í staðans að reyna að gera á generiska, þannig að næsti leikur geti nýtt kóðan, bara henda þessu upp. Þetta er hvort er eitthvað sem að kemur, fer og svo kemur einhver leikur hérna, hann fer á netið, hann er spilaður og svo er hann bara svo vilja menn ekki spila hann, þannig að það er kannski best bara að hardcode þetta eins hratt og hægt er. Þannig að það eru sjónarmið í þessu. Nú, aðeins klientana, við erum með nokkra tegundir af klientum, við höfum talað þetta, ég ætla að fara aðeins dýpra í þetta. Við erum með til dæmis native klienta og það er eitthvað sem keyrir á stýrikerfinu. Því að öll stýrikerfin eins og Windows og þessi sem eru komin núna, iOS og þessi mobile sem eru út allt, þetta er allt stýrikerfi sem hafa API, hafa APA og við forritum á móti þessum APA þegar við erum að búa til þessi forrit. Þið þekki alveg Windows forrit, við búum bara til Access skrá og hún keyrir á þessum Windows-félum. Svo ertu með Linux forrit og svo framvegis. Þannig að þetta keyrir beint og það er ákveðin kostur við þetta. Þetta er náttúrulega nýtir hardverið alveg svakalega, mjög hraðvirkt og þið kannast alveg við þetta er bara ein tegund. Síðan eftir með eitthvað sem er keyrt inn í einhverja svona hýst einhvern veginn, keyrir til dæmis inn í vefbrásurum. Þetta er mjög vinsælt. Flash til dæmis, Java applet, þau eru nú steindauð en Flash er einhverstað þar á leiðinni á eftir appletanum. En þetta er allavega eitthvað sem keyrir inn í einhver öðru umhverfi. Og í raun og veru er svo fyrir okkur kannski engin munur á þessu nema bæði þurfa að fá upplýsingar þar á sama máta. Síðan er það náttúrulega bara HTML, mjög mikið færst í vöxt að menn nota eins og til dæmis með jQuery og þessum söfnum sem eru svo expressive, gera svo mikið fyrir mann, þá er JavaScript orðið mjög mikilvægt í hugbúnaðarkerfi í dag sem að JavaScript til fyrir nokkrum árum þá var svona litið á það sem bara drasl og menn voru ekki trifnir af þessu, þetta væri bara ekkert gott en JavaScript alveg frá þegar kom fyrst, það hefur alveg verið alveg ágætis forritunarmál en hefur kannski ekki verið verðskulda, ekki fengið athygli fyrir en kannski síðari ár. Þannig að það er að gera mjög mikið af skemmtilegum forritum, interaktífum forritum, þá erum við að forrita virkni inn í HTML. Síðan er náttúrulega bara HTML einfalt bara ekkert í klientinum, bara HTML draumur sem er sendur út. Fyrstu vefitin voru svolítið svoleiðis, lítið interactivity. En það er eitt sem að ég bent alltaf á að mobile er ekki client-týpa og þetta er bara minni skjár sem að 60% af fólki heldur vertically. Ég held að það er mjög sniðugt að hugsa ekki mobile sem einhvern sérstakann client, heldur bara sem minni skjá og það er að hafa það í huga. En það er nokkra trendar í gangi, fólk það sefur með síman við hliðina á sér, sko. Þetta er 90% af tímanum, það er eiginlega bara það fyrir sturtu sem að skilur síman við sig.
og það líka til fullt af svona statistík sko. Ef fólk týnir veskinu sínu þá líða svona meðaltalið 20 og eitthvað tíma þangað til að menn fatta, ef týna símanum sínu þá það kannski nokkra mínútur, 20 mínútur kannski að fatta að þessi síminn týndur. Og síðan eru menn náttúrulega 110 sinnum á dag, það svona meðaltalið sem að fólk að tjekka á einhverju, þannig að þetta svolítið öflugt tæki til þess að forrita fyrir, og þess vegna mjög algengt að fyrirtæki tali að þau séu með mobile strategy og hafi svona mobile first, sem svona klísja svolítið núna. En þetta er það sem við þurfum að hafa í huga, að forritin þau eru fann að keyra í gegnum þessar gáttir. Og hér fann ég smá infografík þegar að sjáum við að þegar maður með smartphones þá eru 81% sem nota það eru standandi eða labbandi. Þegar fólk að labba á göngunum, takk ég eftir því. Þegar menn eru með tablets þá er mjög algengt að þeir sitji, þannig að það ólík notkun á þessu tækjum, það mjög gott að þekkja þetta svolítið. Og svo 84% snerta skjáin með hægri, að mjög mikið að menn noti þumalputtan, þannig að sumir til dæmis sem hanna leiki þau gera það þannig að það sé auðvelt að stýra og setja menn stýri kontrólanana þannig að það sé hérna við jaðarinn, sé ekki kannski uppi heldur þannig að þú getur notað þumlan alltaf. Þannig að þetta mikla pælingar, mikla rannsóknir í þessu. Svo meiri statistík, þannig að þetta orðið svolítið svona, þetta leiðin sem við þurfum að nota til þess að ná þessum, ef við viljum selja eða búið til lausnir fyrir fólk, þá þetta leiðin sem við þurfum að fara. Ég hef svolítið hort á þetta svona, það mismunandi motivation þegar við erum að gera svona vefkerfi eða svona applikasjónir. Við hegðum okkur ólíkt með við hvað hluti við erum að skoða. Ef ég væri að horfa á vídeo til dæmis þá ef við til dæmis horfum á kvikmyndir eða þætti eða eitthvað þá náttúrulega hverfur öll heilastarfsemi og maður ekki að hugsa mikið eða fókusa. Því ég sitja í tölvuna þá finnst maður sé að vinna, þess vegna finnst mörgum óþægilegt að lesa með tölvu vegna þess að þá eru þeir að vinna. Þetta breytist síðan allt með nýjum kynslóðum. Síðan þegar ég með tableti þá það meira svona eins og kom fram í glæðinu, þá menn sitjandi og eru svona skoða, brása, það svona input mode, það verið að taka meir inn. Ef ég ætlaði til dæmis að fylla út skattaskýrsluna eða eitthvað, þá myndi ég kannski nota eitthvað svona dæmi, það orðið svo einfalt af þessu, þá myndi ég kannski nota tölvuna mína frekar heldur en síma. En þetta það sem að síminn, þegar þá það yfirleitt að þá ég að tjekka annarkort, ég að athuga eitthvað eða ég vil bara gera það núna. Það er svona þessi urgency, þannig að þegar við erum að hanna mobile apps, þá myndum við horfa svolítið á að ef einhver eru komin inn í gegnum síman, getum við þá gert ráð fyrir því að hann sé að reyna að fá einhverjar upplýsingar sem við getum gefið þá tiltölulega hratt. Hann þurfi ekki að leita niður í einhverju menjútré eftir einhverjum upplýsingum. Hvaða upplýsingar þetta, þannig að við getum pælt í þessu. En þetta er samt svolítið svona viðmið, vegna þess að þú getur alveg verið eins og ég lenti nú í dýpadum, sko, þú getur alveg verið á strætó stoppstöð með laptop með að tjekka hvernig strætóðan kemur. Það ekki margir sem gera það, en það getur vel verið að, en við getum ekki gefa okkur allt. Þetta svona eins og til viðmiðunar. Síðan ég talaði þetta, responsive web design. Mín skoðun svo að þetta það sem gerir default, en hins vegar þá gallar við þetta. Þetta ekki svona heilagt og svona frábært eins og menn halda. Þetta alltaf það sem við skulum gera. Þannig að ef ég minnka skjáin þá breytist það. Ef ég stækka hérna til dæmis, þá myndi hann fara í 4 dálka. Þannig að við hugsaum þessu dálkum og svo get ég síðan aðlaga að segja þessu. Þetta svona allar lausnirnar sem að mitt fyrirtæki gerir eru svona responsive web design. En hins vegar skulum við hafa það í huga, þetta ekki með kontekst. Kontekst þýðir bara hvað ég að gera núna, hver ég, hvað ég að gera, af hverju ég að gera þetta. Af hverju, og hvað myndi til dæmis einhver sem að fara í móbilinn frekar en í hitt, hvað myndi hann vera að leita eftir? Við þurfum svona að pæla í þessu. Og svo þetta líka afsökun til þess að losna við apps, ef við viljum ekki nota þau. Og það svona
ein ástæðan fyrir því að þú vilt losna við appi það að þetta svolítið svona frumskógur á ég að gera fyrir iOS stýrikerfið, hvað ég með þá mikið markaðshlutdeild og svo þegar ég fer yfir í Android fyrir hvaða síma á ég að forrita þetta. Svarið við því að ef þú forritar á móti Apple símanum og vinsælustu Android símanum þá er þetta bara komið með markaðin svona. Þú getur bara sagt þessi BlackBerry fólk hvort er gerir ekki neitt með símanum en að hringja, þannig að þú getur svona að gefa þér það. En það þó að sé kannski urðalegt. En það er ástæða fyrir því að menn vilja kannski hafa bara eina síðu fyrir vefinn sinn í staðins að vera með apps. En þetta er stór debate. Ef þið googlið HTML versus native versus web, það er alveg haugur af debat þetta og ég hef átt orðastað við menn kosti og galla þessara módela. Mín stefna er svo að fara bæði. Ef maður hefur tök á því að fara bæði ef það er hægt. Fyrir eftir hvað þú gerir þetta búið til leik, þá viltu kannski targeta símana og native app í staðins að gera vef. Ef þetta er interaktív leikur þá er það kannski erfitt að gera hann í HTML5 en það er hægt reyndar. En hér er smá samanburður í staðlis af einhverjum infographics. Ef ég gerir mobile vef þá nota ég bara síman sem browser. Það er ákveðni kosti við þetta er mjög indexable, það er að segja að ég get farið á hvaða síðu sem það er þetta að bookmarka síðuna með að segja. Þetta er óháð deviceum, reyndar ekki, en maður kannski segir það. Það er að segja að ég er ekki að targeta Android specifically eða iOS. Það er auðveldara að forrita þetta og uppfæra þetta. Og það er uppfærslur eru til dæmis bara gerðar á server side og poppa bara inn í vefinn, bara eins og vefkerfi vanalega. Ef ég þarf að uppfæra app þá þarf ég náttúrulega bara að uppfæra það í App Store-inu eða Play Store-inu eða hvað heitir og svo þarf viðkomandi að downloada því, það er svona aðeins meira vesen og fyrir utan það að menn er ekkert alltaf að downloada dótinu sem þó komu nýjar útgáfur, þannig að ég þarf þá að vera með margar í gangi og þegar að vefurinn er alltaf ein útgáfa. Það er mjög þetta er mjög mikið analytics kerfum sem að geta sagtur notkun, hverjir eru að koma inn, hvenar, hvað mikið. Þannig að þetta er bara þekkt kostir hérna. Síðan eru gallarnir að ég náttúrulega þarf að vera tengdur, ég get ekki farið á vefinn. Það er hægt að vera með apps ótengdur en sum þeir eru nú þannig að þau eru hálf gagnslaus eða hafa ekki tengingu. Það er lítil hardware integration. Þetta er það að ég er ekki að nota, það er erfiðar að nota eiginleika tækjana eins og til dæmis ef ég til dæmis halla símanum þá er einhver virkni, einhver skynjar inn í símanum sem fattar það að það er búið hallan, þannig að ég get gripið inn í og látið keyra kóðan minn sem að þannig að þegar ég hallanum þá keyri kóðin minn. Þetta er erfiðar að þú ert með vef og síðan er náttúrulega user experience er náttúrulega takmarkaðari, interactivity er minna, en fyrir appin, þið þekkið þetta nú, þá er ég náttúrulega með, ég get verið óháður netinu, sem er svona, kannski ekki alltaf rétt, miklu betri hardware integration og miklu betri performance. Það er alveg himinn og hafum milli þess að nota bara user experience á appi heldur en á VF. Þetta er bara ekki, HTML er bara ekki komið á þann sama stað og kannski er það ekkert að gerast á næstunni, ég veit ekki. En það er erfitt að indexa þetta og þetta er náttúrulega háður deviceum. Það er aðeins dýrara, erfiðara að mæla þetta, en það er samt hægt. Þannig þetta er svona kostur og gallar við þetta. Og ég myndi segja að fer eftir hvaða lausn þú að bjóða upp á. Ef ég er að gera tölvuleik, þá myndi ég gera app. Ef ég er að gera einhverja upplýsingasíður, þá mætti ég hugsanlega að skoða móbælinn. Það er til dæmis, síðan í mínum bransa þá er náttúrulega svolítið erfitt vegna þess að allt sem að tengist gambling til dæmis, það bara fer ekkert inn í App Store. Það er að vísa að breytast því að þessi lottó eru með license og það er fullkomlega löglegt, þannig að það er ekkert ólöglegt við þetta og þess vegna hafa þessi fyrirtæki, Google er erfiðari en Apple hefur samþykkt að taka inn þessi lottó app. Hitt er það að það er 30% skattur á þessum App Store-um, það er ekki 10% á Google.
var það ekki? Hvað taka þeir? 10%. Það svona frjálshyggjuskattur. En 30 hjá Apple. En það þess vegna höfum við eiginlega fór þetta svolítið í vefinn vegna þess að það er erfitt að komast í búa til app, þó myndum vilja gera það, en það virðist vera að breytast núna. Þannig að þetta er smá pælingar þetta, slum ekki að síðan það, hvernig kem ég kontentinu. Kontenti þau eru svolítið að hugsa, þau eru með user interface, þá er rosalega mikið kontent í þessu lausnum og menn gleyma því alltaf, því að það er fullt af kontenti sem er að flæða þarna og praktíska vandamálið þetta, hvað þarf að breyta þessu kontenti oft? Hver þarf að breyta því? Hvenar? Eða hvað oft? Hvernig kem ég þessu til notandans? Það er náttúrulega, ef ég er með native client, ef ég er með til dæmis bara forrit að keyra í síma til dæmis, þá gæti ég notað REST með JSON eða XML eða SOAP jável, og þá þarf þetta forrit, þessi client sem er að keyra natively í símanum, hann þarf að kalla einhver HTTP requesta og fá content, og content er nota til að rendera. Þessi app þau virka þannig. Ef ég er síðan með bara mobile web, þá er þetta bara eins og þið þekkið. Síðan það er gott að gera greinamun á content típum. Þetta hefur reynst mjög vel. Þú ert með content sem við getum kallað static. Það breytist yfirleitt ekki. Það er yfirleitt bara sett inn einu sinni og bara hangir þar. Það er enginn sem er að fara að breyta þessu. Það er enginn sem að þarf að, þetta er sjaldan sem þessu breytt, og ef þessu breytt þá bara kemur ný útgáfa, það er bara næsta deployment, þá kemur ný útgáfa af þessari grafík. Við þurfum ekki að ágjöra því. Það er bara þannig. Síðan er content sem að þarf að vera editable. Það er að segja að ég set upp þessu lausn og þá þarf sá sem er að reka hana, hann þarf að geta breytt í. Jável, textanum, forsíðum textum, alls konar layouti. Þannig að þeir sem er að reka svona lausnir, þeir vilja geta breytt þessu. Og þá þurfum við að búa til lausn sem er þannig að þeir geti farið inn og breytt. Ég sagði einhvern veginn hérna dæmi þegar við vorum að vinna fyrir danska ríkislottóið að þá var allt hardkóðað hjá okkur, þetta 2001, 2002 og eitthvað svoleiðis. Síðan komu páskar og þá þurftum við að bara fyrir hver jól og páska þá þurftum við alltaf að setja forritara í það að breyta hérna einhverju kontenti eins og setja jólakúlur á forsíðinu eitthvað svoleiðis. Og þá þurfti forritara til þess að gera þetta. Og við sáum það að þetta væri glórulaus vitleysa, það er fínt að fá útselda vinnu svo sem, en kannski ekki alveg það sem þú vilt vera að gera. Þannig að þess vegna fórum við í það að bara leysa þetta, gera þetta editable. Og svo er það dynamic content sem er bara eitthvað sem ég ætla að hafa í gagnagrunnunum. Þannig að þetta er mjög góð leið til þess að kategorisera hvað ég á að gera við dótið sem er í kerfinu hjá mér. Og þá getur við tekið inn í notkun það sem margir gera. Nota bara einfallega content management system. Það er til fyrirtæki, ráðgjafafyrirtæki sem bara vinna við það að velja content management kerfi fyrir önnur fyrirtæki. Af því að það er svo mikill hafsjór hann úti. Og það eina sem ég get sagt um content management kerfi að þau eru öll ömurleg. Því að ef þú sér eitthvað sem þið finnst æðislegt, þá kemur alltaf eitthvað í ljós sem er eitthvað svona gallar og svona við þetta. Þannig að menn hafa ekkert leyst þetta, það er engin einn að sigra heiminn hérna. Það er ekkert einn sem er að vinna. Þannig að þessin eru svona mörg af þessu. Og ég man þegar við tókum ákvaðum að fara í eitt ákveð, það var menn voru mjög ánægðir með það. Síðan eftir nokkra mánuði voru menn farnir að vera svolítið pirraðar á því, af því að það gerði ekki alveg 100% allt sem að menn vildu. En þessi kerfi þau hafa sannað sig og þá er þetta þannig að operator hérna kemur hérna og er að breyta, setja inn layout, færa til hluti, jável breyta vefsíðum og svo framvegis, setja jólakúlunar inn fyrir jólin og svona, og svo ertu með klientinn, hérna er webbrowserinn, HTML, og sem að fer og sækir síðurnar hérna og rendirar þær, og ef það er einhver JavaScript widget í síðanum þá fer það og sækir content. Þannig að dynamiska content er sótt á enterprise applicationina, en editable content er sótt í CMS-in. Og svo er þetta bara módjularað saman í þessum síðum hérna. Og eins og
margir setja þetta upp, þá eru bara inn í CMS-inu, þá eru bara widget JavaScript kóði sem að sér að sækja dótið. Þannig að þarna ertu með dýnamíska kontentið og jafnvel statisk content sem að eins og myndir og annars slíkt sem fer út. En ef að ég dynamic content það þýðir database, static content þýðir það ef að því er breytt þá kemur ný útgáfa af kerfinu. Við getum líka verið með static content hér en í CMS-inum, en það er lítið mál að breyta því, þá fer bara operatorinn inn og setur jólakúlurnar inn. Skiljið. Og editable content er þarna, það er alltaf í CMS-inum. Það getur verið að sé líka í enterprise applicationinni, þá kallum við það dynamic content. Þá getur operatorinn verið að fara inn í skjámyndir hjá kerfinu og verið að editera það þar. En yfirleitt setur maður það bara inn í CMS-in. Þannig að þetta er sem sagt content og client týpur. En ok, við höldum áfram, domain layerinn. Hvað er domain layerinn? Nú er ég búin að tala um presentation layerinn. Það eru tvær leiðir til að setja domain login. Við setja inn í application servera eða inn í lightweight containera. Þannig að einhver staðar þarf þetta domain að vera. Og ef við erum að gera veflaust, þá var það yfirleitt bara vefappið sem er application serverinn. Það var bara vef eins og Tomcat eða Play er application server í þessu. Svo getur við galnað lightweight container, það er eins og Spring. Þetta er ekki flóknar en það. Þú bara, ef þú notar Bean Factory-una, þá ertu komið með lightweight container. Og þú ert með application contents.xml og þá það er lightweight container. Það er eitthvað sem eins og við minnið, container hefur tvö hlutverk. Það er að sjá líftíma og kontekst. Application server, þetta er svona middleware sem til dæmis notum við application server fyrir EJB layer hjá okkur. Það er til alls konar svona application server, það sem þarf að gera er það að þú býtir kóða og hann þarf að deployast inn í þessa hluti. Það er það sem Play gerir, þá deployast þetta beint inn í Play. Þannig að það er það sem við erum að gera hér, en það eru líka hægt að vera með svona servera sérstaklega sem að hýsa kóða. Og lightweight containerinn, þá er þetta gert svona. Þá erum við webserver þarna og það er weblayerinn og við notum síðan domain og data source layerinn eru síðan inn í þessum container. Eins og við vitið þá notum við data XML eða hvað var hérna fyrir þetta og application XML hérna fyrir þetta hér. Og það sem þessi container að gera, life cycle management og context. Svo er það data source layerinn. Hvernig tölum við data source-inn? Það er nokkri valkostir. Við getum verið með gáttir sem bara það er engin domain. Gátt þýðir bara það er engin domain logging. Bara ég tala beint við. Og síðan getur ég líka að nota mappera. Þannig að það er ýmsar leiðir til þess að gera þetta. Þetta er svona módeli sem við höfum lagt af stað með. Við erum með domain layer og síðan gerum við gátt á SQL-kóðan og notum einhverja þetta er svona table data gateway sem er svona ágætis leið til þess að gera þetta. Það eru fleiri leiðir sem eru til. Við töluðum aðeins object relational mapping, þar sem við notum XML bara til að segja objectum að tala saman. Það er önnur leið til að gera. Ég myndi sterklega að mæla með því að skoða þá leiðir sem svona fyrsta valkost. Þar til annað kemur í ljós og það er ástæðan svo að þessi ORM-produkt er orðin svo rosalega góð. Hibernate og eBean og hvað þetta heitir. Þetta er orðið svo góð tól og þau spara svo gríðarlega mikið development tíma. Og það sem meira er að því minni kóða sem við skrifum, því minni villur eru. Hins vegar ef að þessi tól eru ekki, ef ég er með vandamál sem þarf aðra lausn, þá er þau ekkert að útiloka heldur. Þannig að þetta er það sem að ég myndi taka sem fyrsta valkost. Þannig að stóra myndin er þessi. Við erum með client og hann notar til dæmis CMS-in eða hann notar vefþjónin og þar er REST layer. Þetta eru kontrollerðin okkar sem sagt. Þeir eru hér. Það er ágætt að halda þeim bara í kontrollerlægið. Hvað gerir kontrollerlægið? Jú, það tekur hérna requestið og á því sem kemur inn er ákveðið hvaða domain model er kallað á
og það sem kemur frá dómininu þá ákveðið hvert við redirectum þá seinna. Þannig að hann í raun og veru bara að taka ákvarðanir, þetta svona application logik, tekur ákvarðanir hvert á ég að fara og svo þegar hann kemur tilbaka hvert á ég að fara með viewið. Þannig að hér svona smá logik í því að hvert fer ég. Síðan bara þetta eins og við vitum og svo data source layer. Þannig að þetta svona stóra myndin og það hérna sem eru ein skil sem þessi mikilvægu skil að klientinn hann að tala við þessa hluti og þetta það lausnin sem við búum þá til, þessi sem í bláa kassanum hérna. En síðan spurningin hvernig skölum við þetta upp? Hvað gerum við til að skala þetta? Ef ég er komið með kerfi sem eru 100.000 skjámyndir eða eitthvað álíka, eða kannski ekki svo mikið en komin með kannski risastóran vef sem að gera fullt af hlutum. Og þá ein leiðin sú að hérna já þetta svona stóra myndin og svo ein leið að í raun og veru að dúplikera þessa hluti. Það að segja að hafa þá margar þjónustur eins og það sem við erum að gera í verkefninu við með driver service og rider service eða hvað það var, user service og svona bara skölum við þetta upp og þá databasein dúplikeraðar. Ef við erum með eitt stóran database þá allavega töflur og hugmyndafræðin á bak við þetta sem sagt þessi SOA-pæling. Hugmyndafræðin á bak við þetta að hugsa þetta í teimum. Það að segja hér teimi sem á þessa service og hér annað teimi sem á hitt service og þessi teimi tala saman í gegnum APA. Það að segja ég ekki að eitt teimi ekki að yfirskrifa eitthvað kóða í dómeninu hjá öðru teimi. Það engin kóða samskipti, þau eru bara að gera með API. Ef ég þarf að nota kóða samskipti, bara út af performance til dæmis, þá myndi ég gera library eins og ég var að tala um. En svona skala menn upp þessar lausnir með því að vera með ólík service. Og það sem lykilatriði það þessi hérna lína, API-ið hér. Það miklu auðveldara að kommunikera á API-level heldur en á klasa-level. Og svo, eins og ég segi, fullt af frameworks og library sem við getum verið með og shared object. Til dæmis eins og pódjóðnir sem við erum með í verkefninu 4, þeir eru hafðir í sér möppu þannig að við getum samnýta í þessu. Í verkefninu bara svo ég minnist á þá erum við það ekki það heilagt, tökum breykað smástund, það ekki það heilagt að þið séu með bara eitt IntelliJ projekt fyrir þetta og eitt IntelliJ projekt fyrir næsta, hafa þetta bara í sikkoru möppustrúttum. Þannig að við þurfum ekki að gera þetta og flókið fyrir okkur.